Já, góðan daginn. Flest af því sem ég ætla að segja hérna hef ég sagt við dagskólanemendur í kennslustundum, en þó ekki alveg allt. Það er nú alltaf eitthvað sem maður segir öðruvísi. En í fyrsta tíma þá lét ég nemendur skilgreina hvað væri uppeldi og hvað uppeldisfræði er. Þá áttu nemendurnir að svara spurningunni hvað manneskjan væri gömul þegar að uppeldi hennar byrjar og hvenær því lýkur. Í stuttu máli þá voru flestir á því að uppeldi væri það að kenna ungmennum munin á réttu og röngu. Uppeldisfræði væri þá fræði sem að fjölluðu um uppeldi. Flestir voru á því að uppeldinu líki venjulega svona tvítugsaldurinn, en það væri nú samt vissulega eilífða verkefni að kenna manneskjunu að haga sér sómasamlega í samfélagi við annað fólk. Við skiptum ævinni í nokkur æviskeið og þessi skipting á ævi mannsins hefur ekki alltaf verið eins og hún er í dag. Það er ekki alveg skrifað í skýin hvenar hvert æviskeið byrjar og hvenar því lýkur. Sigurður Rúnar Ragnarsson, sem er prestur hérna á Norðfirði, segir stundu söguna því þegar hann varð fullorðinn. Þannig sem sagan af því þegar Sigurður prestur varð fullorðinn, hún er svolítið merkileg. Þá var hann 12 ára að leika sér með öðrum strákum að bílum í drullu í fjallinu fyrir ofan bæinn, þegar að afi hans kom og sótt hann vegna þess að hann þurfti að fara að vinna fisk. Þannig kynntist hann alvöru lífsins og markaði þetta lok bernskunar fyrir honum. Ég held nú reyndar að þetta hafi verið býsna algengt fyrir börn á hans aldri að þau fóru að vinna þegar þau urðu 12 ára gömul. Ætli þetta hafi ekki verið svona upp úr 1960, 1962, eitthvað svoleiðis. En stundum var þessi vinna barna bara býsna erfið og við bjóðum ekki börnunum okkar upp á þetta í dag. Í dag mega börn á þessum aldri ekki vinna. Stundum er það gagnrýnt, en já, að í dag þá er fólk börn fram eftir öllum aldri, en það er annað mál. Þó svo að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, hann er býsna afdráttarlaus, en þar er hugtakið barn skilgreint sem hver sá einstaklingur sem ekki hefur náð 18 ára aldri. Þá er ég samt að reyna að segja að það sem almennt telst vera lok æviskeiðsins, sem við köllum bernsku, er í raun og veru menningabundin og hún er háð tíma og stað. Bandaríski fræðimaðurinn Neil Postman skrifaði bókina Disappearance of Childhood. Þar bendir hann á að bernskan er tilbúið æviskeið, þannig að áður fyrr hafi verið litið á börn sem einhvers konar litla fullorðna sem gengu í öll störf leið og þau hefðu aldur til. Í bandarsamfélaginu, við sjáum þetta í baðstofunni, hafi fólk lifað í svo miklu nábýli að það hefði í rauninni enginn átt sér nein leyndamál. Heimur fullorðinna hafi verið opinn fyrir öllum. Sögur lifðu í munnlegri geymd og gengu þannig mann fram að manni. Svo hafi prentlistin komið til sögunar. Farið var að skrifa hlutina niður, dreifa prentefni og almenningur varð læs. Þá sköpuðu skilyrði fyrir því að halda hlutum frá börnum sem þeim voru ekki talin holl. Síðan þegar myndmiðlar komu fram á sjónarsviðið, kvikmyndir, sjónvarp, svo maður tala nú ekki tölvutæknina, þá verður aftur til samfélag þar sem engin leyndamál eru til lengur. Horfum bara á samfélagsmiðlana, Snapchatið og allt það. Við lifum bókstaflega í beinni útsendingu. Þannig heldur Postman því fram að bernskan sé að hverfa. Reyndar hefur vinna barna breyst rosalega mikið, en það hefur svo sem vinna fullorðinna líka.
og ég held að við höfum allavega dæmi það að börn fullorðnast of snemma. Í inngangi að kennslubókin okkar, uppeldisfræði, reynir Guðrún Friðgeirsdóttir að svara spurningunni, eða þeim spurningum sem ég setti fram hérna í upphafi. Hún segir í þessum inngangi að markmið og leiðir í uppeldismálum séu álitamál og mótist af skilningi hvers og eins, af stöðu hans í tilverunni. Ég held reyndar að þetta sé rétt hjá henni, en í grundvallaratriðum ættum við að geta sameinast það að markmið uppeldis sé að skapa sjálfstæða, sterka einstaklinga sem gæti þekkt muninn á réttu og röngu, sem nákvæmlega sama niðurstaða og við komum sameiginlega að í fyrsta tímanum. Þurfum við þá nokkuð að halda áfram? Getið þá ekki bara útskrifa þessar nemendur með ágætis einkunn og farið að gera eitthvað annað? Nei, en vissulega fá þeir sem voru í þessum tíma ágætis einkunn fyrir kennslustundina, en við eigum eftir að velta fyrir okkur sögu uppeldisfræði og kafa ögn dýpra ofan í fræðin. Við skulum ætla að allir hafi hlotið reynslu af uppeldi. Þá sé það stundum sagt að það hafi nú gleymst að ala þennan eða hinn upp. Því eru uppeldisfræði sprottin upp úr almennum veruleika, en það sem aðskilur fræðigreinina frá venjulegu sófaspjalli að hér að ræða skipulega viðleitni til þess að fjalla uppeldi og uppeldisaðferðir. Guðrún segir að hinn almenni skilningur á uppeldi sé viðleitni eldri kynslóða til þess að leiðbeina hinum yngri að læra að stjórna lífi sínu, móta skapgerð þeirra, hæfni, hegðun og framkomu. Í félagsfræði til hugtaki félagsmótun sem nær yfir öll þau áhrif sem að einstaklingur verður fyrir af umhverfinu. En munurinn á því og uppeldi svo að uppeldi skipulagt, þar sem unnið að ákveðnum markmiðum. Guðrún minnist á 3 aðferðir til þess að tala uppeldi. Ég ætla ekki að fara nákvæmlega í það má alveg lesa þetta í bókinni. Hún talar skilgreiningar, myndlíkingar, greiningu, þar sem stuðst við andstæðuhugsun. Já, hversu oft tökum við ekki myndlíkingu af gróðri? Í einu lagi Stuðmanna, í bíómyndinni Með allt á hreinu, til dæmis talað að trommuleikari hljómsveitarinnar hafi sáð fræi í frjóan sverð þegar ballið var búið og 9 mánuðum seinna þá eignaðist hún hörð, og við notum svo sem myndlíkinguna dagsdaglega þegar við tölum að fólk vaxi úr grasi þegar það fullorðnast. En ég svolítið skotin í þessari skilgreiningu sem að norski uppeldisfræðingurinn Reidar Myhre segir þegar hann talar að uppeldi snúist að veita hinni nýju kynslóð hjálp til að nýta hæfileika sína og möguleika í þágu mannúðar, ábyrgðar og sjálfstæðis, og stuðla þannig að því að hún muni síðar vinna í þágu samfélagsins og menningarinnar. Hlutverk uppalandans því að hjálpa barninu sem einstaklingi, og það þarf þess vegna að komast til móts við þarfir barnsins svo að það gæti mætt kröfum samfélagsins og tileinka sér menninguna. Hérna erum við komin að andstæðu hugsuninni sem að farið var yfir í greiningunni. Það þessi staðreynd að við erum einstaklingar annars vegar og hins vegar erum við samfélagsverur. En uppeldisfræði sem fræðigrein á sér rætur til forngrikkja,
eins og svo margt annað. Í mörgum erlendum tungumálum merkir orðið pedagógi uppeldisfræði og pedagóg er þó uppeldisfræðingur eða leiðbeinandi. Þetta orð er dregið af gríska orðinu pedagogos en það var notað þræl sem hafði þann starfa að fylgja börnum til kennara síns. Ég sé þetta alveg fyrir mér þannig að skólapilturinn gengur á undan en þrællinn er á eftir með reglífina og pilturinn hann undir. En við skulum hafa í huga að Grikkland var mjög stéttskipt þjóðfélag og fengu einungis börn aðalsins. Drengir, synir betri borgara voru yfirgnæfandi meirihluta. Þó er sagt frá einni og einni stúlku en þær eru í minnihluta. En við förum nánar í sögufræði greinarinnar síðar. Uppeldisfræði er sjálfstæð vísindagrein en hún tengist mörgum öðrum fræðigreinum sérstaklega. Til dæmis sálfræði, sagnfræði, félagsfræði, stærðfræði, heimspeki og guðfræði. Og sérstaklega eru tengst sálfræði eða þróunarsálfræði og uppeldisfræði sterk. Innan þessara greina er unnið að rannsóknum sem tengjast uppeldisfræðinni. Þroskasálfræðin leggur áherslu á þróun mannshugans og er mjög mikilvæg uppeldisfræðinni. Innan sagfræðinar hefur uppeldissagan verið rannsökuð og svona má áfram telja, en það er nú önnur saga.